Ok, þá erum við komin úr kafla 1, komin í kjarnann í bókinni, byrjum á röðun og við byrjum á frekar einföldum röðunaraðferðum. Einhverjar spurningar áður en við byrjum? Komment? Flott. Skoðum fyrst þetta röðunarverkefni, þið náttúrulega þekkið hvað það er, því ég hef sjálfsagt notað röðunarútýrun áður og jafnvel forritað það. Í röðun, það snýst einfaldlega að setja stök í rétta röð. Til að mynda, við erum með upplýsingar ykkur, nemendur í háskóla, við viljum raða því eftir, til að mynda, kennitölu eða raða því eftir nafni, til þess að geta flett upp á auðveldan hátt. Við getum viljað búa til runu af random fleititölum og síðan raða þeim. Hérna væri þá, klientinn fyrir þetta. Við ætlum að lesa inn hérna fylki af, við búum til fylki af fleititölum og fyllum það með slembi gildum, köllum á röðunaraðferð og prentum það síðan út. Takk eftir, já, hérna annað dæmi, við erum með eitthvað safn af strengjum sem koma í skrá, við viljum raða það í röð eftir starfarsröð. Það er samskonar form, inntak, röðun, úttak. Hérna væri, hérna inntakið einfaldlega þarna read strings aðferðin sem lesa hann beint úr skránni og prentunin er svo sama. Hérna dæmi með keyrslu á þessu. Þetta er inntakið í skránni, þessi listi hérna og þegar við keyrum þetta forrit, þetta er rauninni allt forritið, þetta er raunverulegt forrit, með við séum með þessa röðunaraðferð, þá er ekki flóknara að koma með þetta, þannig að eftir að þetta komið í þessa réttu röð. Þriðja dæmið, við ætlum að lesa inn möppu sem inniheldur þá skrár, þannig við erum að lesa inn safn af skráarnöfnum og við ætlum að raða skráarnöfnum í rétta röð. Og það er til gagnastúrt sem heitir file í Java, hérna java.ia.file. Ef nafnið á skránni er í mappa, að þá skilar hún með þessari aðferð hérna, list files, þá skilar hún lista af öllu nöfnunum á skránni í mappinu. Síðan getum við keyrt röðunaraðferðina á þennan lista og brenta út. Takk eftir, við erum alltaf að nota sömu, þetta er alltaf sama, já ég get ekki krótað þetta hérna, þetta er PDF, alright. Þá er ég bara að standa hérna við það. Við erum alltaf að nota sama kallið á röðunaraðferðina, þó þetta sé mismunandi gögn sem við erum að vinna með, fleititölur, strengir, skráarnöfn. Hvernig stendur á því? Við viljum geta útfært aðferðir sem gera hlutina almennt talað í staðinn fyrir að gera það, endurtaka það fyrir mismunandi gagnatök. Hvernig getur þessi röðunaraðferð vitað hvernig við eigi að bera saman gögn af taginu double, taginu string eða taginu file? Ekki, hvað haldið þið? Að setja allt upp sem stafi og nota síðan ASCII í röð til að raða þeim. En það er ekki, ef þú ætlar að raða tölum, þá er þær eru raðar, röðun þeirra er öðruvísi heldur en ASCII röðunum á tölum. Ok, þannig að þá býr þá til einhvers konar bil þá líka til að fylla upp í tölurnar. Sennilega er það hægt, já. En það er aldrei dýrt að þurfa að taka tölur, búa til streng úr því, raða þeim, vantarlega viltu þá skila þeim tilbaka aftur því að þú ætlar að vinna með tölurnar sjálfur. Þetta er sniðug hugmynd. Nei, málið er við viljum hafa einhverja almenn aðferð, getur unnið með hvaða gögn sem er. En þá þarf við, þessa aðferð, það þarf að hafa einhverja leið til þess að vinna með gögn á þess að vita hvernig gögnin er. Og leiðin sem er notuð hérna í Java
eða almennt talað notuð svokallað callback. Ég hef ekki fundið góða þýðingu á því, en það svona krækja, það svona leið til þess að vísa aftur í kóðan fyrir þessu viðkomandi gögn. Þannig að notandinn, hann sendir í sortfallið fylki af hlutum sem hafa eitthvað tag. Röðunarfallið síðan ber saman þessa hluti eða heldur færir það til og svo framvegis, en síðan spyr hún hlutin þegar hún ætlar að bera saman. Það sem hún notar ákveðna aðferð sem heitir compare to sem hlutin búin að skilgreina og nota það til þess að framkvæma samanburð. Og þetta til í eiginlega flest öllum forritunarmálum. Fyrst var þetta útfært í C sem function pointerar, function fallabendar. Þetta heitir mismunandi nöfnum. Í Java þetta útfært sem svokallað skil interface. Og sjáum hvernig það lítur út. Við erum sérst með hérna notandan sem einfaldlega kallar á sort með fylki af hvaða tagi sem Það vegna þess að þessi hlutur hefur útfært skil sem kallast comparable. Þessi comparable skil í rauninni bara það að hluturinn hefur útfært aðferðina compare to. Compare to skila sem niðurstöðu ber saman tvo hluti. Og hérna þá útfærslan á compare to aðferðinni. Einhvers staðar skilað -1, +1 eða 0. Það það sem compare to að gera. Ef A minni en B, þá það að skila -1. Ef A stærri en B, þá það að skila +1. Ef A jafnt á B, þá það að skila 0. Og þetta alveg nóg. Þannig að röðunaraðferðin sjálf tekur þá hluta hvaða tagi sem hafa útfært þessi comparable skil. Og það þá vísað því á þennan hátt, það segja að þetta sé comparable fylki. Í aðferðin síðan, þegar framkomið samanburðin, þá raunin að kalla á hlutin, biður að svara þessari compare to aðferð. Það ljóst? Spurningar? Já, sko, við erum búin að vera að vinna með template, það verður þessi generics, en hérna við að gera með víðar þar sem við þurfum að láta föllin vinna með hluta hvaða tagi sem Og þetta líka hægt að gera í C++, það aðeins flóknara. Sem sagt, þetta rauninni allt trikkið, það að til þess að geta raða hlutum af hvaða tagi sem Geti búið til object sem heitir hús. Og svo vil ég geta borið saman hús, kannski eftir verði, og þá útverði einfallega bara compare to fall inn í þessum hlut. Og svo lengi sem þið hafi gert það, þá getið þið raða hlutum. Þannig að þið sjáu að þessi sortkóði, hann þá ekkert háður neitt hvaða hlutum hann að vinna með. Það sem við þurfum sérst röð, fullur röð eða línuleg röð. Það einfaldlega einhvers konar röð af hlutum. Hvað meinum við því? Já, stærðfræðilega séð það vensl sem uppfylla þessar 3 skilyrði hérna. And samhverfa. Það það að ef A minna en jafnt á B og B minna en jafnt á A, þá hlýtur A að vera jafnt á B. Þá þetta sami hlutur. Transitivity kallast gegnvirkni. Ef A minna en B og B minna en C, þá A líka minna en C. Og síðan þetta sé fullröður. Þannig að annarkvort A minna en jafnt á B eða B minna en jafnt á A. Eða bæði. Sem þýðir rauninni bara þetta, við getum raðað þessu í eina línulega röð. Og það bara til ein ákveðin röð fyrir eitthvað safn af hlutum. Það líka til svokallar partial order eða hlutröðun. Og þar bara sum stökin sem eru borið saman. Þannig að þá gildir
gegnvirknin og andsamhverfan en ekki þessi fullröðun. Hérna dæmi svona vennsl þá uppfyllir þetta ekki, það er að segja að það uppfyllir ekki gegnvirknina. Hvað kallar þetta? Steinn, skæri, pappír. Vaðskersteinn. Þannig að skærin skera pappírinn, pappírinn umvefur steinin og steinin brýtur skærin. Þannig að það einfaldlega það sem þarf að gera til að útfæra þessi comparable skil að útfæra þessa compare to aðferð þannig að þegar við köllum á compare to á hlutin vaff með parametrum tvöfalt vaff þá verðum við að bera saman tvo hluti vaff og tvöfalt vaff á sama tagi að þá þarf að útfæra þessa fulla röðun. Það er að segja það skilar annarkvort -1, 0 eða +1. Reyndar dugar þessi bara einhver neikvæð eða einhver jákvæð en yfirleitt það útfært þannig að það sé -1 og +1. Ef þetta er ekki tög af réttu tagi, þá ætti þá að vera einhvers konar villa. Eða ef annað tagið er 0. Þannig að, sem sagt, ef vaff er minna heldur en 2 vaff, þá skilar -1. Ef vaff er jafnt á 2 vaff, skilar 0. Ef vaff er stærri en 2 vaff, skilar +1. Og allir innbyggða tögin hafa þetta þegar skilgreint. Ef við ætlum að búa til okkar eigin tög, þá þurfum við bara að útfæra þessi comparable skil. Og þá getum við notað röðun og hvaða hátt sem við viljum. Til að mynda segjum við ætlum að geta borið saman dagsetningar. Þá vantar bara ein röðun sem við höfum í huga. Og það er að segja Sú dagsetning þar sem árið kemur undan og ef þau eru með sama ár þá er það þar sem mánuður kemur undan. Ef þau eru bæði með sama ár og mánuð þá er það þar sem dagurinn kemur undan. Og þetta er þá, má útfæra þetta svona hérna, með þessum 6 samanburðum. Ok? Þetta er allt rikki með þetta. Þeir nota sér hérna sem 2 hjálparaðferðir. Annars vegar minnen eða less og hins vegar aðferðin exchange. Less er einfaldlega bara athuga hvort að vaff sé minna heldur en 2 vaff. Það er að segja hvort að compare to aðferðin skili neikvæðri tölu. Af því að það er svona aðeins meira lýsandi að líta á þetta svona heldur en að skoða þennan samanburð hérna. Og í öllum röðun aðferðin sem við vinnum með þá dugar í rauninni að bara spyrja hvort það sé less. Og síðan hérna exchange, það er bara til að skipta á 2 stökum. Það er að segja við erum með fylki A, við erum með vísi í fylkið I og J og við ætlum að skipta á A af I og A af J. Svo swap. Og hérna er líka önnur hjálparaðferð. Þetta er góð regla, ef maður getur alltaf að reyna að testa á sama tíma að aðferðin sé að virka. Hvað þýðir aðferðir virki hérna? Það er einfaldlega að stökir síður réttur röð. Það er hægt að gera á mjög auðveldan hátt með því að bara bera saman aðlæg stök uppfyllið þessa reglu. Það er að segja ef seinna stækið er orðið minni heldur en stækið undan, þá er villa. Þannig að þá skilur þau false. Ok. Það er einhvers veginn að segja hérna. Vindum okkur þá bara í fyrstu aðferðina. Það er að segja selection sort. Hvernig virkar selection sort? Selection sort er svona eins og þegar ég raða spilum á hendinni. Ég byrjaði að taka stærsta spaðan, setja hann til liðar, svo næststærsta spaðan og þriðastærsta og svo fjórastærsta, þar til ég búinn með alla spaðana og svo geng ég á hjörtun og svo tíklana og laufin. Þannig ég er alltaf með öðru megin, það er fullraðað og það er allt
kemur á undan þeir sem eru þarna eftir. Þannig að við byrjum að því að leita minnsta stakinu í hérna fylkinu, færum það fremst. Göngum síðan gegnum restina, finnum minnsta því sem eftir fyrir það næst fremst. Þriðja fremst, svo framvegis. Þetta á endanum allt orðið raðað. Það er hægt að lýsa því út frá þessum fastæringum. Það er að segja, við erum búin að skipta fylkinu í 2 hluta, það sem er raðað og það sem er ekki raðað. Og það sem er með vinstra megin við það sem er raðað, það sem er vinstra megin við þennan vísi, það er sem sagt það sem er raðað og það er rauninni minna heldur en öll stökin sem koma eftir, minna en jafnum. Þannig að þessi fyrri hluti hérna er sem sagt fullraðaður og öll stökin eru minni heldur en þau sem koma hérna eftir. Hugsanlega minna en jafnum. Síðan færum okkur alltaf lengur og lengur til hægri, þar til endanum þessi vísir hérna komin út á enda og þá allt fylkið raðað. Þannig að til þess að útfæra þetta, til útfæra þessar hérna fastæringu, þá þurfum við að færa bendin til hægri í hverju umferð, finnum minnsta stakið af þeim sem eru eftir. Þá er það þessi lykkja hérna, sjáu þið. Þannig að mín á að vera nýr bendir, þessi bláu bendir. Reynum að finna minnsta af þeim gildum sem eftir eru. Þá lúpum við gegnum öll stökin sem eru eftir í fylkinu. Og að lokum þá skiptum við þessum tveimur. Skiptum á minnsta gildinu og því sem er hérna, fremst af þeir sem eru órauðu. Þetta er skýrt. Einföld aðferð, þetta er allir kóðinn. Það er að segja, við erum með einfalda lykkju hér sem fer í gegnum all stökin og fyrir hvert hólf þá finnum við minnsta gildið af þeim sem eftir eru og setjum það í þetta hólf í. Við erum semst með tvöfalda lykkju. Hvað gerum við marga samanburði? Bíðum kannski aðeins með það. Við skulum hérna skoða hérna nokkuð demo. Það er hægt að finna ýmis demo sem aðferðir hérna röðunarreiknit og meðal annars eru hérna demo sem eru svona bíómyndir á vefsíðu námskeiðsins í Princeton sem höfundarnir eru. Og þeir sýna þetta hérna. Þetta gengur dálítið hratt. Við erum hérna búin með eina umferð, búin að finna minnsta stakið, það er hérna vinstra megin. Við erum búin að keyra síðan aðeins áfram og við erum búin að finna hvar minnsta stakið af þeim sem eftir eru, það er þessi þristur. Skiptum á honum og þar með erum við búin með þessi fyrstu 2 stök. Svona höldum við áfram, ákvörðum hvað minnsta stakið skiptum á þeim, við erum búin með 3 stök. Nú erum við búin með fyrstu 6 stökin, minnsta þeim hérna aftast og að lokum ekki að gera, þetta er búið. Annað vefsetur er þetta hérna, sortingalgorithms.com. Þar eru þið með, hægt að sjá, rauninni byrjum hérna með 20 stök. Hérna er hægt að sjá þetta vinna. Þessi sem eru dökk, það eru þeir sem eru þegar röðuð. Síðan er inntak sem er næstum því raðað. Takið eftir að það er ekkert fljótara að raða þessu inntaki heldur en því sem var hérna undan. Það er raðað sem er í öfugri röð. Aftur gengur í gegnum öll stök. Hver er tímaflækjan á þessu?
En hrópmert, góð tilraun en aðeins of pessimistic. En sem menn minn segir, já. En í öðru deilt með tveimur. Takið eftir þessar lykkjur sem við erum með. Þetta er akkurat það sem við sáum þegar við vorum að analysera lykkjur. Við rauninni skoðum öll pör. Það er að segja, fyrir hvert skoðum við öll önnur jóðgildi. Akkurat, það er n sem n mínus 1 deilt með tveimur, nákvæmlega. Sem það bil n deilt með tveimur, tilde af n deilt með tveimur. Þannig að vaxtarhraðinn er þá, ef það tilda n í öðru deilt með tveimur, þá er vaxtarhraðinn n í öðru. Þannig að við segjum að þessi kvadratist vex sem annað veldi af inntaksstærðinni. Það eru dýrar aðferðir sem taka slíkan tíma. En þetta er dæmi aðferð þar sem að hún tekur alltaf jafn marga samanburði. Það er ekkert háð inntækinu hve margir samanburðir framkvæmdir. Í fyrstu umferð þá gerum við n-1 samanburð. Næst gerum við n-2. Þannig að saman gerir þetta tilda n í öðru deilt með tveimur. Þannig að þetta er ekki háð inntækinu, þessi tímaflækja. En þessi aðferð hefur ákveðna kosti. Hvaða kosti getur það verið? Við vitum alltaf hvað það tekur langan tíma, já. En það kannski ekki kostir ef við vitum að það tekur alltaf rosalega langa tíma. Þetta er eitt af því sem við komum til að skoða hérna. Við komum til að skoða mismunandi lausnir og fyrir hverja þeirra reynum að meta, ok, er einhver kostir, einhver ákveðnum kringumstæðum? Er einhver eiginleikar sem eru sérstaklega hagnýtir? Hérna þessi aðferð hún hefur ekki góða tímaflækju, en hún hefur einn stóran kost, fram yfir eiginlega flestar aðrar aðferðir. Hún er einföld, já. Notar ekkert auka minni, það er rétt, það er líka kostur, já. Hvað séru? Fá swap. Fá swap, akkurat. Þessi gerir lágmars tilfærslur á gögnum. Vegna þess að við færum ekki stækið á sinn stað fyrir en að það er tilbúið. Þannig að við gerum mestalagi n tilfærslur á gögnum. Eða n-1. n-1 swap. Og það er eiginlega algjört lágmark. Nema fylgistétti að raða náttúrulega. Þannig að í þeim tilfellum sem það skiptir máli, kannski vegna þess að gögnum sem eru mjög stór eða eitthvað, þá getur þetta verið kostur að gera lágmarka tilfærslu. Ok, þannig að þetta er rauninni samantekt á þessu reikniti, þetta er mjög einfalt, það er ekki mjög skilvirkt, það hefur ákveðna kosti. Gott að muna hvenær það kemur við sögu. Hérna er þessi animation sem við sáum, já. Þetta er líka mjög spegilegt. Það er einhver skóli sem tók það upp að simulera þessi reiknirit með þjóðdönsum. Þannig að hérna er þjóðdansinn, þetta er síguna dans held ég, sem samsvarar þessari selection sort. Fyrsta stakið byrjuðu að bera sig saman við öll heimstökin. Við reynum að finna hvað er minnsta stakið. Þetta er sem minn hérna. Hann heldur áfram að bera sig saman.
Þetta er aldrei tímafrekir samanburðir. En nú loksins fyrsta umferðin af ytri lykkjunni búin. Og þá byrjar svo næsta umferð. Svona heldur þetta áfram. Já, við sjáum að það er sama tímaflækja, bara hver samanburður bara dýrari. En í fjölda samanburði það sama. Svo byrjar reyndar myndbandið að vera eitthvað falskt, held ég. Ég leyfi ykkur að skoða þetta. Þetta var selection sort. Skoðum hérna aðeins insertion sort. Það er næsta aðferðin. Skoðum demoð á síðunni þeirra. Hérna. Það eru sumir sem raða spilunum með þennan hátt. Þeir taka upp eitt spil, setja það á réttan stað. Taka upp annað spil, setja það á réttan stað milli þeirra sem komnir eru. Taka þriðja spili, setja á réttan stað. Þannig að það sem ert með að hendin alltaf á réttum stað, en þú eru ekki skoðað þau spil sem koma eftir. Þú eru búin með 3, komið 4, það hliðrast til hérna þristurinn. 8 færist hérna niður, 4 færist áfram niður, þar til að kemst ekki lengra. Tvistur. Hann svappar við alla sem koma þann undan, allir færist til að koma honum fyrir. 6 rennur niður. Þetta er skýrt. Þannig við erum alltaf með sem sagt ákveðið safn af þeim sem eru komnir þegar og við reynum að taka næsta stað og láta það stinga inn á réttan stað og við gerum það með því að svappa við stökkinu undan. Og við höldum áfram að svappa þar til að það kemst ekki niðar. Þannig að hérna þessi invariant, eða fastæring. Þau stök sem eru vinstra megin við bendin eru komin í réttu röð. Þau stök sem eru hægra megin, þau hafa ekki verið snert. Útfærslan á þessu er ekki mjög flókin. Þurfum að færa bendin til hægri, það er bara að hækka bendin um einn. Og síðan viljum við færa stakið eins langt og þarf. Það er að segja, við berum það saman, stak J við stakið á undan. Ef það er minn en, þá gerum við framkomið svap. Höldum áfram, sjáðu niður að við, og þetta er mikilvægt í útfærslunum þessar reikniriti, það er hægt að hugsa sér þannig að við göngum frá byrjun og finnum rétta stað og hliðrum öllu til. En það er skilvirkara og það er mjög ástæða að hverju gerum þetta raunum öfuganhátt. Við byrjum aftan frá. Atum, ok, er það komað í réttan stað? Nei, þá þarf ég að svappa við næsta stak. Það er aftasta stakið. Helst síðan áfram berða saman næsta aftasta. Er það minna en það? Já, þá ger ég annars svap. Held áfram að svappa þar til að komið, það kemst ekki neðar. Kemst ekki framar. Þetta er mjög góður punktur. Ef ég væri karamellu, myndi ég henda þér einni. Þetta virðist vera óþarfi að vera framkvæmd þessi svart þarna. Vegna þess að akkur að vera að færa það til þegar að okkur ekki bara býða með að setja það inn þar til að koma í réttan stað. Þetta er reyndar æfing í bókinni, það er að optimera þessa insertion sort þannig að við færum bara hinstökin, hliðrum bara til hinum stökunum en þetta samanburðarstak, það fer bara inn þegar það er komið í réttan stað. Og þá erum við helmingu við fjölda tilfærslna sem við erum að framkvæma. En það er upp á að átta sig á hvernig þetta virka, það getur verið þægilegt að hugsa þetta bara út frá þessum svappum. Hvað er þetta skilvirka aðferð? Skulum kannski skoða kóðan hérna fyrst í heildinni.
Ok, hérna erum við með ytri lykkju, við erum með innri lykkju, förum ísinum í gegnum hana. Þetta virðist vera nákvæmlega eins oft eins og í selection sort, nema hvað. Fyrirgefðu? Já, við erum alltaf að bera stakk við stakk, já, en við gerum það líka þarna á undan. Við þurfum að hlýðra, við gerum það með því að gera þetta exchange, já. Þetta er mjög góður punktur, mjög góður punktur. Takið eftir hvað gerist þegar fylkið er þegar raðað. Þegar þú gerir fyrsta samanburðinn, þá sérðu, byrju, ég þarf ekki að fara neitt lengra. Þannig að þú ferð ekkert lengra. Þannig að heildarfjöldi samanburður sem framkom þá bara línulegur. Vegna þess að þú sérð strax, ég er á réttum stað. Ná þessu. Ef þú ert með þegar raðað fylki, skulum skoða hérna á vefsetrinu, þessi hérna, insertion sort, tökum hérna 40 stök. Það tekur dálítinn tíma vegna þess að, ok, lítil stök þurfa að renna alla leiðin upp. Og sérstaklega hérna þegar það kom hérna neðst, þetta er alltaf lagi, en þetta hérna tekur langa tíma. En hvað gerist þegar það er næstu þeirra það? Þá þurfa það ekki að síga nema bara örlítið. Þannig að bara búið. Ef það er hins vegar í öfugri röð, þá hjálpar það ekki neitt. Þá kemur það til með að taka langa tíma líka. En þetta er trikkið þarna að fjöldi samanburði er breytilegur eftir því hvernig inntækið hegðar sér, sem er dálítið æskilegur hluti. Ef þetta er næstu raðafylki, þá tekur það lítinn tíma. Þannig að besta tilfelli þá tekur það bara n samanburði. Munurinn er sá að við erum hérna með break. Við hoppum úr lykkjunni ef við erum komin á réttan stað. Hvað er þá svarið? Hvað er tímaflækjan á þessi reikniti? Fyrsta lagi þarf við átt okkur á hvað er ég að meina þegar ég tala um tímaflækjuna. Við erum talað um þrenns konar tímaflækjur. Það er besta fall. Best case n, já. Hvað er worst case? Versta fall. N í öðru deilt með 2, já. Og hvað væri versta tilfellið? Akkurat, ef það er öfugri röð. Kemur það fram hérna? Við sjáum að hvert stak þarf að síga alla leiðina út á enda. Þannig að þetta tekur töluverðan tíma. Hvað er þá, en hvað ætli vænti tímaflækjan síðan? En ég eru delt með 4. Flott, af hverju? Meðaltala best fit og worst fit. Já, það virkar ekki alveg þannig. Hugsið ykkur, hvað þarf maður að fara aftur og baka langt? Í besta tilfelli þarf maður ekkert að fara. Í versta tilfelli þarf maður að fara alla leið tilbaka. Að meðaltali þarf maður að fara hálfa leið. Þess vegna er það helmingur af versta tilfelli. Þannig að til þess að raða því, ef það er á handahófi, þá tekur það n í öðru deilt með 4 samanburð og n í öðru deilt með 4 skiptingar. Af því að þú gerir ráð fyrir það að þurfa að færa því að meðaltali sem samsvara helming af því fylki sem er raðað þegar. Hérna dæmi um þetta á eitthvað eintak af handahófi. Hérna sjáum við samanburðina sem voru framkvæmdir, það er sýnt í dökku. Þau stök sem það er tilfærslu sem við þurfum að gera.
Þannig hérna til dæmis vorum búin að raða fyrstu 5 stökunum, nei 6 já, A upp í 12, síðan skoðum við H-ið, það færist þá alveg hérna niður í hólf 2. Og þetta endurtekur bara það sem við sáðum, í besta tilfelli er þetta n-1, versta tilfelli er þetta n-2. Nákvæmlega getum við lýst þess aðeins betur. Við sögðum það að ef það er næstu í raðað þá ætti það líka að taka lítinn tíma og við sáum það rauninni á þessu dæmi þarna. Hvernig skilgreinum við næstu í raðað? Það er hægt að gera það á nokkra mismunandi vegu, en svo leið sem er farin hérna er að skoða umsnúninga, eins og ég kalla það, inversion. Umsnúningur er eitthvað 2 stök í fylkinu þar sem að seinna stakið er minni heldur en fyrra stakið. Þá eru þau innbyrðis ekki í réttri röð. Ef við tökum til næsta dæmi þetta fylki hérna A, E, E, L, M, O, T, R, X, P, S, þá er þetta svona sæmilega raðað, til þarna A, E, E, L, M, O, T, þetta er allt í réttri röð, en restin hérna er svona ekki alveg. Þá sjáum við að það eru þessi 6 pör sem eru umsnúningar. Til dæmis T og R eru umsnúin, R og P eru líka umsnúin, og þess vegna líka T og P, X og S, X og P. Þannig að skilgreining er svo, eins og það er í bókinni, við segjum að fylkið sé næstum í raðað ef fjöldi umsnúninga er línulegur. Í versta tilfelli myndi fjöldi umsnúninga vera n-2. Það væri fylki sem væri í öfugur röð. Þannig ef það er miklu minna en það, ef það er mjög lítið, ef það er fullraðað fylki þá er náttúrulega fjöldi umsnúninga 0. Ef þetta er línulegur fjöldi, þar sem að línulega því að það sé einhver fasti sinnum fjöldistaka, hvaða gilda þessi fasta, hvaða sé erum að tala um, já, það fer eftir því hvað við viljum velja. Eitthvað lítið gildi. Ef fylkið er næstum því raðað, þá tekur þessi insertion sort bara línulegan tíma. Þetta er hansi sniðugt. Vegna þess að sönnun á það sem er einföld. Hvað gerum við framkvæmum margar skiptingar? Við gerum skiptingu, eða swap, fyrir hvern einasta umsnúning, en bara umsnúninga. Þannig að hver einasta swap sem við framkvæmum lagfærir einn umsnúning. Þannig að ef við teljum fjölda swappa sem við gerum, þá er það nákvæmlega sama á fjöldi umsnúninga. Og ef fjöldi umsnúninga er lítill, þá er fjöldi swappa lítill. Trú þessu? Sammála? Hvað með fjölda samanburða? Fjöldi samanburða, þar gerum við rauninni einum fleira fyrir hvert stak. Það er að segja, við swappum, þar til við komum að staki sem er minn en hólfið sem við erum í. Þannig við framkvæmum 1 í viðbót fyrir hvert stak. Þannig að heildarfjöldi samanburða er sem þá fjöldi skiptinga pluss n. Þannig ef fjöldi skiptinga er n eða línulegur, þá líka fjöldi samanburða línulegur. Þetta er mjög sniðugt. Við erum komið með mjög vel skilgreinda lýsingu á því hvað þýðir að vera næstu í raðað og við erum með aðferð sem virkilega virkar vel fyrir fylki með fástök sem er ekki á réttum stað. Þannig að hver eru þá kostir og gallar þessa reiknings? Hver eru gallar? Mikið af tilvísunum samanburðum í versta falli, já.
og við komum til með að sjá þegar við skoðum aðra aðferðir í næsta tíma. Þetta er ekki svo aðferð sem þið viljum nota almennt talað á mjög stór fiski. En í öðru eru á mikil tímaflækja. Bæði í versta falli og meðaltali. En hvenær væri þessi aðferð góð? Fyrirgefðu? Og þeir eru nokkurn veginn búin, já, akkurat. Segjum að þú að nota einhverja röðun aðferð eins og komum til með að sjá, við erum búin að raða þeim nokkurn veginn, þá getum við kláraði með því að nota insertion sort, því hún tekur lítinn tíma ef það er nokkurn veginn komin. Og það er líka annar kostur að sá að þessi aðferð notar er hlutfallslega skilvirk ef fjöldi staka er lítill. Þannig að þetta hefur ýmsa kosti sem við komum til með að sjá. Hérna er annað dæmi hérna þennan folkdans. Hvar var við? Insertion sort. Purple sort selection sort. Já, hérna. Hérna kemur svo insertion sort. Það tókum okkur pásu við þessu. So the outer loop is just N. So then in the inside, you could set up this, no problem, right? But the way I saw this, like, because it's incremented by N, right? So first time is N, Incrementing by I. By I, and I would be just N, then the second term is N plus 2, I mean N over 2, N over 3. And then it goes all the way, whatever, right? So therefore, I have to factor out the N. And which is L. And then times this. That's why I got N squared times L under N. This thing here only tells you how many of each there are. Oh, okay, okay, I see. So I did N twice too much, okay. Okay, that makes sense. Okay, excellent. All right, thank you so much. Okay.
Question 2, in a sentence of the stacks, right? Other than that, how many times it's 0 points. And look at the second one. Nice one. What do you mean, 0 points? I swear that I'm not going to. You gave 0 points. Well, you see, your answer is obviously wrong. Like, why? Wait, what? Oh, okay. No, okay. Maybe he just read this. You have to tell him. What was wrong with that? Yeah. And also, point B, what's wrong with that? How do you know it's good? Wait. So because it starts at equal, so you only do it at the so what's the answer? So the next Okay. It's a good answer, except that you know that it always has to be a part. Oh, I see. Okay, but the question still is not clear. So wait, so the answer is like must be a power of 3. The answer is that it has to be the 128. I see. So nothing of like percentage like my thinking about math. It's nothing to do with I this. said you were thinking it the right way. I admit that this question must be made more. I see. Okay, makes sense. Okay. Ok, þá erum við eiginlega búin með kjarnaefnið í þessum tíma. Það sem ég ætla síðan að sýna ykkur hérna tvær hagnýtingar á röðun. Ég fer kannski frekar hratt yfir, en þið verið þá frekar að stoppa mig af heldur en að ég reyna að draga úr hraðanum. Ég leiðist að tala hægt bara því ég veit ekki hvort að fólk skilur mig eða ekki. Ok, er eitthvað sem ég ætti að segja nákvæmara af því sem við vorum búin að tala um? Ok, það ætti alltaf að hafa komið fram. Skoðum hérna shuffling, stokkun á spilum. Við gefum spil og við viljum stokka það í rétt. Ok, reynum aftur. Við erum með spil í einhverju röð og við viljum stokka þau þannig að það verði jafndreifð. Þannig að spilin verða nokkuð random. Þannig að það séu jafnmiklar líkur á því að sexan sé á hvaða stað sem í fylkinu. Það það sem kallast uniformly random permutation, permutation umröðun, random slempin, uniform jafndreifð. Þetta hljómar mér auðvelt verkefni, en reynist oft merkilega erfitt. Hérna þá dreifing á þessum spilum sem voru upphaflega í röð. Við kannski getum skoðað hérna þetta demo hér. Þetta aðferð eftir Knuth sem framkvæmur svona röðun eða svona stokkun alltaf. Það tekur fyrsta stakið og skiptir því við eitthvað eða slempistaka af þeim sem eftir eru. Jú. Það verður að geta það, annars væri ekki allir möguleikar jafn líklegir. Sjáðu hvað að gerast.
í hverju umferð, þá er að búin að stokka einhver ákveðnum bút, tekur næsta spil, finnur eitthvað slembistak af þeim sem voru stokkaðir og skiptir við það stakk. 9. Velur eitthvað að handahófi, í þessu tilfelli var það bara 9 sjálf. Hérna skiptir við spil nr. 2, búið. Þannig að reglan svo í umferð I, þá veljum einhverju heiltölu R á bilinu 0 og upp í I með jöfnum líkum. Svo skiptum við á stæki A af I og A af R. Nú, við getum sýnt fram á, ég ætla ekki að reyna að gera það núna, en það er ekki voða flókið að rökstyðja það, að þessi aðferð þú skilar jafndreifðri umröðun á línulegum tíma. Þannig að hún gerir það sem við erum að vonast til. Þetta er öll aðferðin. Það er að segja, við förum með I frá 0 upp í n-1, veljum R af handahófi á bilinu 0 og upp í I. Það getur á bilinu 0 og upp í I og skiptum þá að stæki R og stæki I. Það getur þetta fer upp í I, ekki í -1, vegna sem við viljum bjóða upp á þann möguleika að við skiptum við sjálfan sig. Annars væri það ekki jafndreift af því sem komið er. Og það er líka mjög algengt að ruglast á þessu og gera þetta ekki nákvæmlega rétt. Til að mynda, það er algengast að það sé reynt að setja hérna n í staðinn fyrir I plus 1. Þannig við stokkum það, skiptum að því eitthvað stak í öllu fylkinu. En það myndi ekki skila réttri lausn. Ekki jafndreifðri lausn. Af hverju kemur þetta við sögu hér? Jú, hérna er ein sniðug nýting á þessu. Við notum svona shuffle-röðun, þannig að við erum með eitthvað fylki af einhverjum stökum og við viljum raða stökunum af handahófi. Þá er hægt að gera það með því að einfaldlega búa til slembistak fyrir hvert stak í fylkinu, það er slembigildi á bilinu 0 upp í 1 og síðan raða fylkinu. Og þá er hún komið með umröðun og svo lengi sem að þessi stök eru framleidd þannig að þau séu jafn líkleg að þá væri umröðunin sem skilast líka jafndreifð. Þannig að þetta er ein leið merkileg hvernig röðun kemur þarna við sögu sem virðist eiginlega ekki passa við. Þannig sem dæmi hérna, við erum með þetta fylki hérna, hvernig hérna stokkum við það? Jú, við gefum öllum tölunum eitthvað gildi, til dæmis 0,8, 0,97 og svo framvegis. Röðum síðan spilunum eftir þessum slembigildum og þá er hún komið með umröðun á stökunum sjálfum. Til að taka hérna 2 dæmi hvernig þetta getur verið veikleikar í notkun á svona röðunum og við taka til dæmis hérna póker þar sem er hugbúnaður sem stokkar þá spilin og hérna var grein sem stúderaði þetta, fór í gegnum hérna öryggismál á svona online þjóni og uppgötvaði að kóðinn sem notaður var þessi kóði hér. Það er að segja, R er hérna ekki valið af þeim frá 0 upp í I plus 1, heldur var það á bilinu 1 og upp í 51. Og þá benda þeir á að það eru nokkrar villir við þetta.
sem dæmi, þetta verður ekki jafndreift vegna þess að fyrsta R getur aldrei verið 52. Það þýðir að aftasta spilið, það endar aldrei í hólf 52. Það þarf að vera jafna líkur hvaða spil sem þarf að hafa jafna líkur að lenda hvaða hólfu sem Síðan líka benda þær á að þessi random hérna, generator, hann hefur takmarkaða nákvæmni. Það er að segja, það byggir á því að það notar svokallað fræ, sem 32 bita tala, og síðan býr það til næstu slembitölur út frá þessu fræ með svona almennri ákveðinni reglu. Og það segir að það er bara 2,32 mögulegar umræðinir vegna þess að við byrjum alltaf út frá 32 biti gildi. 32 biti gildi hefur jú mestalagi 2,3 öðrum mismunandi gildi. Meira segja ef þeir skoða þetta nákvæmar að þetta fræ er valið þannig að það er einfaldlega notað fjöldi millisekunda síðan á miðnætti. Þannig að það eru miklu færri mögulegar umræðinir heldur en þarna gefið til kynna. Pointið með þessu er að það að búa til hluti af handahófi er ekki svo einfalt. Ef þú ert að gera eitthvað sem það sem þetta á virkilega skipta máli, til að mynda ef þetta á að snúa peningum, að þá viltu nota öruggastu mögulegir. Það er hægt að nýta hardware sem býr til slembitölur. En þú vildir þá líka reyna að fylgjast með tölfræðilegum eiginleikum þessa slembitölugjafa. Ok, þetta var umröðin. Já. Það vantarlega nýtir sér eitthvað svona white noise sem er alltaf til staðar. Þannig að það er alltaf til eitthvað ákveðið suð í öllum rásum og þetta suð er virkilega af handahófi. Eins konar svona kvantum skammtafræðilegt eiginleikar. Og ef við getum mælt það, þá getum við nýtt það sem raunverulega slembni. Ég ákvað að því við erum með ágætnistíma ákveð að bæta inn svona hérna smá gamanmálum hérna inn á milli. Taka hérna smá Facebook-pásu, þeir sem vilja geta tékkað á póstinu sínum. Sem mér var sniðugt að rifja upp í eitthvað svona góð quote. Og í dag var kannski við sögu passa kannski að minnast hérna grínista sem dó hérna daginn. Þessi kona hérna, Joan Rivers, mjög kjaftvor, átti ýmsa góða frasa. Fólk segir að hérna peningar séu ekki lykil að hamingjunni, en ég hef alltaf haldið að ef við erum nóga peningar getum við alltaf látið búa til lykil. Og hún var ekki hrædd við neitt. Það er svo langt síðan ég hef tekið þátt í kynlífi að ég man ekki hver bindur hvern. I have flabby thighs, but fortunately my stomach covers them. Óhrædd við að gera grín á sjálfum sér. A man can sleep around, no questions asked, but if a woman makes 19 or 20 mistakes, she's a tramp. Hún fræg fyrir það að hafa breyta andlitum sína ansi mikið og svo sagði hann einhvern tímann, ég vildi ég ætti tvíbura það, svo ég vissi hvernig ég liti út án þessara breytinga. Og þegar hann var 8 ára sagði hann, já ég er að fagna 80. andlitinu mínu. Hún reyndar sagði um einhverju konu sem hafi farið í það sem henni þótti vera of miklar brjóstastekkanir og hún væri the hunch front of Notre Dame. Ok, eitt í viðbót. Convex hull. Hérna er svona rúmfræði til að leika okkur með.
og röðun kemur á óvæntan hátt við sögu hérna. Okkur er gefnir punktar í planinu og við höfum áhuga á rauninni þeim hérna marghyrning, minnsta marghyrning sem inni heldur alla punktana. Þeir punktar sem eru þá á endunum á þessu marghyrning, hornpunktarnir, að þeir kalla saman kúptur hjúpur, convex hull. Það er hægt að líta á þetta skilgreint á mismunandi vegu, en kannski einfaldasta leið til að hugsa þetta ef við tekjum band og bindið utanum alla punktana og togið að allir punktarnir sem síðan halda bandinu úti, það eru þeir sem verða á þessu convex hull. Hvernig finnum við þetta? Það virðist ekki svo sjálfsagt vegna þess að virðist fyrir hvern punkt þá þarf maður að reyna að finna, ok, er einhverjir þarna aðrir sem eru fyrir utan mig? Hvað þýðir að vera fyrir utan mig? Ok, þá er einhverju 3 þar sem ég er innan í. Þetta er svona hornpunktarnir og samanmyndaðir þetta convex hull. Við viljum fá þetta í réttri röð, það er að segja röðina á þessu hjúpnum. Þetta er þessi mekaníska regla, setja niður nagla á þessum punktarnir eru og draga band utanum. En það er aðeins erfitt að reikna þetta í tölvu, hvernig fer maður að því að simular hvernig band þeirra virka. Hérna taka þetta dæmi hvernig við getum viljað nota þetta við séum til dæmis robots, það er að fara frá punkti S yfir í punkt T og það er einhver hlutur hérna á milli, þannig að hann kemst ekki beinustu leið. En hvað verður þá stysta leiðin sem það þarf að taka? Hluturinn getur verið flókin og þá borgar sig að finna þetta convex hull fyrir þennan hlut og síðan fara fram hjá þessari kúpt og hjúp. Þannig að við sjáum að þegar við erum búin að ákvarða þessa punkta hérna sem er á þessum convex hull, þá þurfum við að rauninu bara fylgja því eftir annarkvort fyrir ofan eða fyrir neðan og mæla það. Annað dæmi. Við viljum finna hvaða punktar eru lengst frá hverjum öðrum. Ef við erum búin að finna þennan kúpta hjúp, þá hjálpar það mikið til vegna þess að við vitum það að þeir sem eru inn á milli, þeir sem eru ekki kúpta hjúpnum, þeir eru ekki þessi ystu punktar. Þannig að dugar að bara vinna með þessa hornpunkta á kúpta hjúpnum. Þar sem að kúpta hjúpurinn er yfirleitt miklu minni, færri punktar heldur en í heildinni, þá spara það mikinn tíma. Hvernig förum við að því og hvernig förum við að því að nota röðunni þetta? Og það er mjög snyrtilega aðferð eftir Ron Graham, starffræðing, sem kallast Graham scan, og sem gengur út að nota pólhnit. Það er að segja horn. Við byrjum að taka þann hnút sem er neðstur, þar hefur minnsta uppslagildið. Út frá þeim hnút, þá röðum við öllum hinum eftir hornunum sem þeir mynda, það er að segja línan frá þessum punkti P. Þarna erum við að nota röðunina. Ok, hvað vitum við þá? Þá til dæmis vitum að þeir sem voru raðaðir fyrst, sá sem er fremstur hérna, hann hlýtur að vera með. Af því það getur ekki verið til einhver, við getum samfært okkur um það. Líka sá sem verður raðað þá aftast, hann hlýtur líka að vera með. En hvað með þá sem er inn á milli? Hverjir eru á þessum gilda? Það er ekki svo ljóst. Hvernig hjálpar þetta? Hvað segirðu? Já, það var ein hugmynd, já, að þá röðum út frá hornunum hérna, tökum þá sem eru lengst þar og lengst hér. Gallinn er að þá erum við, og það er góð leið, gallinn er sá að þá erum að framkvæma röðununa enn sinnum, eða ekki enn endilega allan, þá þurfum að framkvæma röðun oft, þannig að versta tímaflækjan geti verið enn í öðru. Það merkilega er að hérna komst að með að gera bara raða bara einu sinni. En skoða síðan hnútana á mjög sniðan hátt.
ef við skoðum hérna, við göngum hérna á þessa röð, hvaða eiginleika uppfyllir þetta? Ef við löpum hérna eftir þessu kúptahjúp, þá erum við alltaf beygja til vinstri. Eða rangsælis. Þannig að það ætti þá gilda að við getum alltaf að fara rangsælis. Ef við löpum þá eftir þeim hnútunum við þessari röð, ef við erum ekki að fara rangsælis, þá er eitthvað að. Þá ég hef að geta sleppt hnútunum. Ok, skoðum þetta dæmi þarna ef það er til hana. Ætla að sé til í það. Nei. Hásorting er shellsort. Shellsort er einn undirkafli í bókinni sem við komum til að sleppa. Það er skemmtilega aðferð sem er ekki mjög einföld, hefur ákveðna kosti en samt ekki nægilega marga til þess að við nennum að standa í því. Reynum þá bara aðeins að fylgja þess eftir. Það getur. Við byrjum hérna punkti 0, þeir sem var neðstur, síðan þá sem hafði raðað hérna aftast, hann fékk þá númerið 1. Sá sem kom næst fékk númerið 2, allt í lagi, við erum alltaf að fara til vinstri, koma 3, já, fórum hérna til vinstri, sem kemur 4, ups, þá þurfum við að fara til hægri. Það þýðir að punktu 3 er þá ekki lengur, getur ekki verið með. Þannig að þá bökkum við tilbaka, hendum út punkt 3 og förum hérna frá tvistunum yfir í fjarkan. Sjáðu, ef ég fylgi hérna þessari línu frá 0 upp í 1 og síðan frá 1 yfir 2 þá er ég beygja til vinstri. Ekki? Nei, ekki x og y. Við bara bera saman þessa línu hérna, 0 yfir 1 versus línan 1 yfir 2. Og þá er beygja til vinstri á punktunum 1, á miðpunktunum. Það er komið fjarlæðin, já, fjarlæðin ein og sér er ekki nægilega. Það fer eftir þessum, hvernig það stendst á við. Það er ekki ljóst þó að þú vitir að það sé styttra eða lengra í punktinu að það sé endilega á réttum stað. Ekki satt, við göngum hérna, við tökum hérna 1, þar tökum við vinstri beygju fínt, förum á 2, frá 1 yfir 2 yfir 3, þar er aftur vinstri beygja, koma 3, þá lendum við hægri beygju, sammála. Skiljið þetta hægri og vinstri beygju. Ok, fyrsta var hérna hægri beygja á 3, þá er þristurinn ekki með. Þá er honum hent út. Ok, þá held ég áfram, ok, ég er aftur hérna á 2, 1 yfir 2, 2 yfir 4, er það hægri beygja, vinstri beygja? Það er hægri beygja, það þýðir að tvisturinn er ekki með. Þannig ég er rauninni að backtracka, ég bakka tilbaka, hendi hérna út eftir þörfum. Ok, þá er ég búin að henda út tvistinum, þá er ég eftir að skoða, sko, 0 yfir 1 yfir 4, er það hægri beygja? Nei, það er vinstri beygja, það er gilt. Ok, hvað gerst það næst? Næst er við síðan, þá komum á 1 yfir 4 yfir 5, það er aftur hægri beygja, þannig þá er fjarkinn ekki með. Ok, 1 yfir 5 yfir 6, svona held ég áfram, ok, 6 er í lagi en hérna kemur aftur hægri beygja. Á endanum þá verð ég búin að henda út allir punktum þar sem að myndast hægri beygja. Og eftir situr það sem ég þarf. Þá kom ég eins og spurningar upp, hvernig fer ég að finna punkt með minnsta y-gildið? Það er mjög auðvelt. Bara finn það sem er minnsta y-gildið. Hvernig raða ég punktunum út frá þessu pólhorni út frá punktu P? Það er rauninni bara að skoða hallallan á línunni frá P yfir í hinn punktin. Það er ekki mjög flókið, en við komum til að sjá það akkur í næsta tíma hvernig við gerum slíkar raðanir. Hvernig athugið hvort að ég sé að taka vinstri beygju eða hægri beygju, það er að segja réttsælis eða rangsælis.
Það skoðum við hérna á næstu slæðu. Hvernig getum við raða á skilvirkan hátt? Við sáum að í versta falli það eru báðar aðferðir sem búin að skoða selection og insertion er bara n í öðru aðferðir. En í næsta tíma skoðum við merge sort, tekur bara n log n tíma, þannig að það væri þá leið til að gera hraðar. En svo kemur hérna það sem flækir þetta dálítið og allar svona útfærslur á hérna, sem tengjast rúmfræði verða flóknar vegna þess að þau þurfa meðhöndla það sem kallast úrkynjuð tilvik. Sem þýða hér það að hvað ef það hvorki réttsælis eða rangsælis, hvorki hægri né vinstri beygja. Ef þið fara bara beint áfram, þar sem ef 3 punktar liggja á sömu línu, þá þarf það að fara mjög varlega þar. En það má leysa það. Aðaldrykkið þetta, hvernig förum við að því ákvarða hvort það er rangsælis? Hérna dæmi þetta, hvað er rangsælis og réttsælis? A, B, C, jú, yes, þetta er rangsælis. A, B, C, nei, þetta er réttsælis, hægri beygja. Hérna er aftur A, B, C, þetta er líka rangsælis. Hérna þarf maður að passa sig vegna þess að A yfir B er lóðrétt lína sem hefur óendanlega hallatölu. En ef þú ætlar að bera þetta út saman, nota hallatölutur í samanburði, þá þarf þetta að fara varlega. Svo farið hérna A, B, C, þeir eru réttur línu. Þá er líka svarið nei, það er ekki rangsælis, það er beint. Og þá eru hérna 2 önnur tilfelli, hvernig þetta er. Það sem gerir svona rúmfræði flóknari er akkurat þessi úrkynjuð tilvik og líka það að þurfa að glíma við nákvæmni. Þið munið að í tölvum þá erum við ekki að vinna með rauntölur. Við erum að vinna með fleititölur. Fleititölur eru ákveðin nálgun á rauntölum. Það er bara takmarkaða nákvæmni. Og þegar við gerum með reikninga, þá fáum við aldrei nákvæmlega, ekki endilega nákvæmlega útkomuna. Ef ég tek kvadratrótuna 2, þá fæ ég fleititölu sem er nálægt henni, kannski hefur fyrstu 10 eða 15 stafina rétta, en við getum aldrei geymt alla töluna rótuna 2. Það er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga þegar maður útfærir svona. En þetta efni er ekki til prófs, ég er hérna bara að sýna ykkur hvernig við nýtum röðun og þið hefðu kannski gaman að því að vita af þessum vegna þess að þetta er mjög snyrtilegt reiknrit. Þetta byggir aðalega á þessu trikki hérna að geta fundið út þessa reglu, hvort við séum að taka rangsælis beygju. Og lausnin er merkilegt nokk með því að reikna þessa ákveðu hér, þá fáum við svarið. Ákveða determinant. Þetta er sem við tökum punktin A, x-hnýtt og honum og y-hnýttið og svo 1 og bx og by og 1 og síðan punkturinn c, x og y-hnýtt. Þá fáum við 3 sem 3 ákveðu. Reiknum upp úr henni fáum nákvæmlega þessa formúli hérna. Þeir eru jafngildir því að taka margfeldið af þessum 2 vigurum, b-a og c-a. Og út kemur eitthvað gildi sem segir okkur 2 hluti, merkilegt nokk. Það segir okkur til flatamálið, það er tölugildið af þessu gildi, segir okkur flatamálið sem þessi 2 vigurar spanna. Það er að segja vigurinn frá A yfir B og vigurinn frá B yfir C. Saman myndar þetta svona þríhyrning og þetta gefur okkur flatamálið þríhyrning. En síðan getur þetta verið bæði neikvætt eða jákvætt tala og ef þetta er það sniðu ef þetta er rangsælis, er ég að rugla rangsælis í réttsælis? Jæja, þið verður að finna út af því. Þá er svarið hérna 0. Ef það er réttsælis, þá er svarið minna en 0, neikvætt tala. Þannig að það dugar að reikna þetta út og aðtók hver er tölugildið, hver er formerkið á þessu til að ákvarða þetta. Og ef þið komið eitthvað til að vinna með einhverju rúmfræðilega verkefni, þá er þetta lykil aðferð í næstum allri vinnslu á rúmfræðilega gögnum. Þá er þetta bara svona, í kóðanum sem er hérna í vefsetrinu, þar er þessi punktur, tvívíð punktur,
sem er x og y gildi og þar er hægt að reikna þetta counterclockwise fall sem framkvæmur með þessa tekkar á þessu tölugildi, þessu hérna formerki. Meðan ég man. Það var eitt í viðbót sem ég ætlaði að nefna. Skrifstofutími. Ég ákvað að reyna að taka frá 1 tími í viku, þar sem ég er laus til skrafs og ráðagerða og verðistofu 300, ekki 306, 305 held ég, eða 4, 305, 4, ja, það eru hlið við hlið. Það er ekki flókið að finna það. Þannig, þið eru öll velkomin að spjalla. Ég er búinn að vera að halda þetta núna í 2 vikur og það hefur enginn komið hingað til. Þannig að það verður ekki þannig að þið þurfa að bíða lengi. En menn hafa spurt sem, byrju, hvað þýðir þetta? Til hvers er þetta? Já, ef náttúrulega þið skiljið allt og kunnið allt og þetta er allt einfalt, þá náttúrulega þurfið þið ekki að koma. Nefnið þið viljið bara spjalla daginn og veginn. En ef það er eitthvað sem er ekki nægilega ljóst, þá getur kannski sýnt okkur einhver dæmi og útskýrt eitthvað frekar. Þannig að þetta er bara tími sem ætti að geta nýst að eitthvað sem kemur að gagni. Eða engin skyldu til að koma. Á þessum tíma. Já. Eru flestir í því námskeiði? Já. Já, ég hef kannski átt að tékka því. Ok, kannski leita að öðrum tíma þá. Heyrðu. Þetta er allt þetta held ég, sem ég ætlaði að segja. Þess að í næsta tíma þá ætlum við að skoða rafvirkari aðferð sem heitir merge sort og það næsta tíma er quick sort. Takk fyrir í dag.